Ég var nú að hugsa hérna þegar leiðinni til ykkar, hvernig ég ætti að skýra þessi veiðigjöld, það sem margir af mínu vinum og svo leiðir að hlusta á þetta. En ég held að, sko, fyrst þú byrðir að spyrja um veiðigjöldin, að þá held ég að við þurfum að fara bara í smásögu, að því að veiðigjöldin ekkert annað en skattur. Og ef við förum þá aðeins, mér langar til að nýta tækifæri ef ég má, að hérna 1984, þegar kvótin settur á, þá átti ríkið, ríkið átti Þormá ramma og það var fullt af bæjarútgjörum og það var hið opinbera, sem sveitarfélögin. Svo ákvaðu þau að selja þessar útgerðir út úr ríkinu og út úr sveitarfélöguna. Og hverju kaupa? Það einstaklingar í þjóðfélagin, svo kölluð þjóðin. Og svo kemur 1991, þá kemur framsalið og þá kemur verðgildi á svo kallaðan kvótan. Við afskrifum allan kvótan alltaf. Svo kom ríkisskattstjóri og vann mál á okkur í Hæstarétti 1993, svo kallar hrannarmálið, þar sem við áttum að eggfæra veiðiréttin, svo kallaðan kvótan, og við máttum afskrifa 5 árum út af þetta var svolítið óvissa kvótakerfi. Svo kom Alþingi 1997 og ákveður að það megi aldrei afskrifa kvótan, svo kallaðan veiðirétt, sem núna í bókhaldi allra sjávarútvegsfyrirtækja í Íslandi 500 milljarðar. En þegar alþingismenn tóku þessa ákvörðun 1997, þá sögur ekki að ríkið ætti veiðiréttin. Það er gríðarlegur munur á ríkjunu eða þjóðinni. Og því þið hérna svona viðskipta þátt. Jú. Ef við ímyndum okkur það að ríkið ekkert annað en hlutfélag í eigu þjóðarinnar. Alveg eins og hlutafélagi Brim í eigu hluthafana. Þetta svolítið skemmtileg pæling. Og ef við höldum þá áfram, 1997 segir Alþingi, og það var alveg umbátt til þess, að veiðirétturinn sé eign fyrirtækjana sem ríkið var búin að selja og sveitarfélög var búin að selja. Svo kemur hérna auðlegðarskattur 2010-2013. Þá þurftu einstaklingarnir í þjóðfélaginu að borga eignaskatt, auðlegðarskatt af þessu svo kallaði veiðirétti. Og núna, ef þið farið þessi 3 stærstu sjávarútvegsfélaga landsins, þetta langt stærstu eignirnar okkar, að því ef við hefðum ekki þjappa kvótunum saman, þá væri engin arðsemi í sjávarútvegi. Núna erum við komið með, ekki núna, þetta byrjaði bara eftir hrun, þá Jóhann og Steingrími, þessi háu veiðigjöld. Og við litum þetta alltaf sem skatt. Og ímyndið ykkur núna, nú kemur fjármálaráðherra og segir, ég ætla að hækka veiðigjöldin, taka 2-falt meira, að því mig vantar meiri pening í ríkiskassan. Þessi veiðigjöld ekki að fara til þjóðarinnar. Þjóðin og ríki ekki saman. Og akkur þarf hann að fá að hún vantar meiri pening í ríkiskassan. Á 4 ára fresti heyrum við alltaf að hjá stjórnarandstöðunni að ríkissjóður sé illa rekið, ríkið sé illa rekið, það allt í steik. Svo kjósum við nýja stjórn á 4 ára fresti. Ef þetta væri hlutafélag, þá kjósum alltaf stjórn á 1 árs fresti. Ef ég var að taka við Brim núna og hlutarnir var búin mjög óanægir, hefur kosið nýja stjórn og ég orðinn forstjórinn og staðan fyrir að taka til í rekstrinum, þá segjum við hlutafana, ég vil bara hafa meira hlutafé frá okkur, að því mér vantar meiri peningin í rekstrin. Sama með ríki núna, ríki að velta, þeir ætla að velta 1550 milljónum, bara alhutinn, og þeir vantar meiri pening í ríkiskassan. Núverandi ríkisstjórn ekki að tala hvernig við að hagræða, endurskipa ferla eins og maður, ef ég veit að vera einkafyrirtæki. Þau segir bara, nei, við hverjir eiga ríkið, það þjóðfélagið, við ætlum bara að hækka skatta á okkur. Við ætlum að byrja á veiðigjöldunum, við ætlum að fara í ferðaskattin, við ætlum að taka meiri skatta af einstaklingunum, þannig að ríkið bara að segja í dag, við ætlum að fá meiri skatta inn í ríkið. Þetta ekki flókið.